Þær Elín Elísabet Einarsdóttir og Rán Flýering voru mættar á stórfund íbúa í Miðgarði í Skagafirði. Þær voru eins og margir aðrir fundargestir mættar með blað og blýant við hönd, nema hvað að þær voru að glósa á allt annan hátt en aðrir gestir. Þær reka nefnilega teikniþjónustuna jafnóðum og voru því mættar til þess að glæða fundin lífi gegnum myndskreytingar. Við erum að skrásetja efni og umræður fundarins á myndrænan hátt. Þannig að við göngum og svona pikum upp hvað fólk að tala teiknum það og hengjum það jafnóðum upp á vegginn. Hvað ertu með núna á blokkinni til dæmis? Hérna þetta snýst að auka fjölbreytni og sérhæfingu í námsframboði á svæðinu. Ég hef eftir að teikna myndirnar en ég var að spá í að teikna einn heilaskurðlækni og einn byggingaverkfræðing eða eitthvað svoleiðis sem að læri þau náttúrulega bara hér á svæðinu sko. Hvernig koma þessar myndir til þín þegar þú færð svona setningu til þess að vinna með? Já, það góð spurning. Þetta bara aðalega það að koma svo mikið efni upp úr fólki. Það bara umræðurnar verða svo lifandi og skemmtilegar og fólk hefur fór svo mörg að segja og oft koma upp einhver dæmi sem að fólk þekkir úr sínu eigin umhverfi og þá bara auðveldara eftir því sem að kynnist líka svæðinu betur, bara hlustar meira og meira að teikna eitthvað svona sem að kemur til mann sko. Það alveg hellinga teikningum að verða til. Hvernig þetta? Þú fær ekkert mikið tíma til þess að hugsa hverja teikningu? Alls ekki, það er best bara að hugsa sem minnst. Þetta er bara mest að hlusta og reyna. Þetta er einmitt, þú veist þetta, fólk það er alls konar hugmyndir í lofti, þau eru sjálf að punkta niður og okkar hlutverk er svolítið að ganga á milli og hlera og finna bara eitthvað svona þráð í því sem er að gerast og setja það mjög hratt á blað og þannig verður til eitthvað svona yfirlit og við hengjum þetta upp á vegg þar sem allir getur skoðað. Það verður til eitthvað svona yfirlit og kannski eitthvað svona megin þráður í því sem að fólki er helst á brjósti. Það verður þetta aldrei flókið, þú veist, maður ímyndar sér fundi sem eru kannski, maður finnst kannski efnið ekkert endilega, það er kannski fyrir eitthvað þurrt, er ekkert erfitt að koma því alltaf í myndir eða að gera það myndrænt? Nei, það er ótrúlegt hvað maður getur fundið, sko, strax að það er lykillinn að svona efni sem maður heldur kannski sé þurrt. Verður strax djúsi ef það er einhver sem hefur ástríðu fyrir því, ekki satt? Og hér náttúrulega fólk sem eru sérfræðingar í þessu. Þannig að mér finnst aldrei erfitt að finna eitthvað áhugavert í því. Og svo náttúrulega húmórinn er rosalega gott tól, annars verður teikningin. Og teikningin hefur það að þú ert annars verið með texta sem getur verið þurr og leiðilegur eða þú ert að lesa mjög mikið til þess að fá einhvern veginn sýn inn í hlutina. Og svo ertu með teikningu. Og svo getur við með ljósmyndir, segi ég, og þær eru einhvern veginn meiri dokumentasjón á því sem að gerast. Og svo kemur teikningarn á milli og getur sagt hluti á svo áhugaverðan hátt og þá finnst mér líka einhvern veginn langbesti glugginn inn er húmor sem að einhvern veginn hjálpar öllum að skilja og vera á sama stað og vita hvað er verið að tala og þannig koma þessar teikningar líka sér vel notum bæði þegar verið að tala niðurstöður fundar eins og þessa og líka þegar fólk bara einhvern veginn safnast saman í kaffinu og verið að spjalla getur séð svona efni, man það heldur og nota það sem eitthvað svona útgangspunkt í að spjalla saman. Hvenær byrjaði þú að gera þetta? Það örugglega 8-10 ár síðan ég byrjaði að teikna svona jafnóðum þá var það aðalega svona brúðkaup og einhverjir svona viðburðir en núna hefur færst í aukana bara síðastlega svona 3-4 ár cirka sem ég hef verið að teikna meira á ráðstefnum og fundum og svoleiðis sem að minnst í rauninni rosalega gleðilegt að fólk sjáu einhvern veginn virðið í því að fá teiknara og ég vil helst að það verði þannig að teiknari verði ómissandi á svona fundi einmitt til þess að bæði til þess að það veri það er auðvelt að fólki einhvern veginn að skilja hvað er að gerast og muna það og ræðum það. Hvað gefur þetta þér að fá að taka svona þátt eins og í þessum fundi? Svona persónulega finnst mér bara ótrúlega gaman að læra mismunandi svæði á landinu. Sérstaklega gaman að fá að fara aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið og kynnast einhverju sem maður sér ekki á hverjum degi. Þannig að ég er að læra mjög mikið bara Norðurland vestra akkúrat núna. Fá þau svo eiga myndirnar eða hvað er gert við myndirnar eftir svona? Þær koma sér mjög vel fyrir SSNVF sem er núna svona kúnninn að þau geta notað þetta í sem sagt skýrslugerðir og það verður oft svona frekar þurrt svona efni sem að svona niðurstöður þegar við dregnast saman af alls konar fundum og svona þannig að þetta svona lífgar upp á efnið.
Ert þú ekki að mæta hreinlega á alls konar fundi og ráðstefnur og eitthvað sem að þú myndir kannski ekki mæta annars á? Jú, það það frábæra við þetta. Það bara eitthvað svona hluti sem ég hefði aldrei eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, raforku, iðnaður eða þú veist, eitthvað svona dót sem ég bara veit ekkert og finnst kannski ekkert áhugavert fyrirfram. En það ótrúlegt hvað það getur verið skemmtilegt þegar maður, eins og ég segi, þegar það ástræði fyrir einhverju, þá bara, það einhvern veginn hinn leiðilegust mál mjög skemmtileg. Og hérna þú búin að þá bara safna þeirri þekkingu einhvern veginn saman, læra helling, binda þá í myndum líka, þannig að það auðveldar að muna það? Já, og auðvitað svo náttúrulega vinnum við þetta allt saman hér er náttúrulega fólksvæðinni sem veit miklu meira en við, þannig að við vinnum þetta auðvitað alltaf með fólki sem veit og getur ráðlagt að koma með innspýtingu, þannig að ég segi ekki að maður komist mjög djúpt í málin, en þetta náttúrulega oft, og það svona, sérstaklega sem þú segir þetta þarf að gerast rosalega hratt, þannig að ég held að maður nái kannski einhverju ákveðinni yfirsýn með þessu. En fyrir þá sem að horfa núna og að spá í að vera með ráðstefnu eða málþingi eða eitthvað, við ætlum að hvetja til þess að taka þetta inn og poppa þetta aðeins upp, eða ekki? Endilega, jú, algjörlega, bara hafa samband við okkur. Frábært, það getur ekki truflaði meira, það nóg að gera. Já, það alveg brjálað að gera.